Þá komið að fjórða lið á dagskrá. Það reglur Akureyrarbæjar úthlutun sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn og tekjulágum heimilum skólaárið 2020-2021. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Akureyrarbær fékk það verkefni frá stjórnvöldum að útbúa reglur sérstaka íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum í umdæmi Akureyrarbæjar og að skipuleggja framkvæmd verkefnisins, það málsmeðferðina á umsóknarferlinu. Þessi aðgerð stjórnvalda hluti aðgerða til að mæta efnahagslegum afleiðingum af völdum COVID-19 heimsfaraldursins. Sveitarfélög sjá framkvæmdina og mun fjölskyldusvið sjá ráðstöfun fjármagnsins. Til þess að gæta jafnræðis við framkvæmd úthlutunar fjármagnsins gagnvart fjölskyldum taldi ráðuneytið mikilvægt að settar yrðu reglur framkvæmdina. Ráðuneytið gaf út leiðbeinandi reglur og var stuðst við þær við gerð okkar reglna. Styrkurinn hljóðar upp á 45.000 krónur og styrk skal greiða vegna útlagskostnaðar við íþrótta- og tómstundastarf á skólaárinu 2020 til 2021, allt að 45.000 krónum fyrir hvert barn. Ekki heimilt að nýta íþrótta- og tómstundastyrk til greiðslu á tækjum, búnaði, fatnaði og ferðum. Áður en sótt styrk skal umsækjandi senda beiðni mat á tekjum í rafræna gátt hjá island.is. Þar sem fæst sjálfvirk niðurstaða hvort umsækjandi uppfylli tekjuviðmið annarrar greinar, þar sem segir að heildartekjur framfærenda, einstaklings, hjóna eða sambúðarfólks voru að meðaltali lægri en 740.000 krónur á mánuði á tímabilinu mars til júlí 2020. Ef umsækjandi uppfyllir tekjuviðmið sú niðurstaða send sjálfvirk til fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar. Staðfesting á tekjuviðmiði ekki umsókn til sveitarfélags. Þegar sjálfvirk niðurstaða frá island.is liggur fyrir getur umsækjandi sótt styrk á vefsíðu Akureyrarbæjar eða fjölskyldusviði bæjarins. Með umsókninni skulu fylgja gögn sýna fram á útlagðan kostnað við íþrótta- og tómstundastarf barnsins skólaárið 2020 til 2021. Ég legg hér fram reglur Akureyrarbæjar úthlutun á sérstakra íþrótta- og tómstundastyrkja fyrir börn á tekjulágum heimilum skólaárið 2020 til 2021 til umræðu og samþykktar. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil kannski byrja bara á því að fagna því að þessi styrkur sé kominn til og vonast til þess að hann komi þeim sem á þurfa að halda til góða. En það sem vekur athygli mína og mér finnst kannski vera umhugsunarefni fyrir okkur það að það áætlað að 753 börn á aldrinum eða á grunnskólaaldri falli undir þessi viðmið sem sett eru fram. Og þetta þá tekjulág viðmið. Og það sem athyglisvert kannski í þessu að þetta eru rétt að 28% barna á grunnskólaaldri sem þarna ræðir. Ég hef pínu áhyggjur af því ef þetta staðan hjá íbúum á Akureyri að það sé þetta hátt hlutfall fólks sem þarf á slíkum stuðningi að halda. Þannig að mér langaði bara til að opna þess á umræðum það eða bara beina athygli að því að þetta eitthvað sem við hljótum að þurfa aðeins að velta fyrir okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Hanna Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, líkt og bæjarfulltrúi Gunnar, þá vil ég taka undir það að fagna þessu framtaki og að þessi fjármunir munu væntanlega nýtast vel. En ég held að við þurfum að taka einmitt þessa umræðu líka gögnin sem við höfum fjármál, því að þarna sjáum við það sem flokkast sem tekjulág heimili og það eru til ýmsir flokkar og það væri fróðlegt að reyna að ná saman gögnum samanburð við önnur sveitarfélög, önnur svæði og svo framvegis og beina sjónum okkar þarna aðeins að því að átta okkur betur á því hvernig samfélagi við búum í og svo framvegis. En fyrst og fremst vil ég bara fagna þessu framtaki ráðuneytisins og ríkisins
Og ég tel að þetta muni gagnast vel þó jafnvel að maður hafi haft efasemdir hvort það ekki hægt að gera þetta aðeins einfaldara. En stóra málið auðvitað að þetta frábært framtak sem að nýtist börnum og ungmennum sem að sjálfsögðu ætti að setja í forgang á þessum tímum. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vil að sjálfsögðu fagna þessu framtaki ríkisstjórnarinnar eins og aðrir bæjarfulltrúar sem hafa hér komið fram. Ég hef aðeins velt upp áhyggjum varðandi það að hugsanlega nýtir styrkurinn ekki þeim sem að þurfi mest á því að halda, þar sem að fólk þurfa að leggja út fyrir kostnaði áður en það fær greiðsluna. Þannig að mér langaði bara að spyrja Heimir hvort að þú vissir hvaða var í Nóra-kerfinu til dæmis sem var fyrirstaða með að við færum þá leið að fólk fengi bara ávísun þangað inn. Þannig að það þyrfti ekki að leggja út fyrir kostnaðinum fyrirfram. Þannig að mér langar bara að við reynum allan eftir fremsta megni að verða til þess að allir geti nýtt þetta. Þannig að ef þetta að verða mikil fyrirstaða fyrir ákveðna aðila, að við reynum þá eftir fremsta megni að leysa úr því. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil náttúrulega bara líkt og aðrir fagna þessu framtaki ríkisstjórnarinnar og þessu framlagi. Ég hef náttúrulega svipað og bæjarfulltrúi Eva kom inn á það smá ágjör á þessu hvernig þetta gert, en við áttum ágætt samtal við sviðsstjóra á velferðarsviði varðandi þessi mál og hvernig þau halda utan þá sérstaklega við það fólk sem að hefur hvað minnstu tekjurnar, og ég vænti þess að þeir munu fylgja þessu eftir og hún ræddi þá líka jafnframt það að koma á samstarfi við íþróttafélögin. Þetta mál verður alltaf með einhverjum hætti að leysa þetta, eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á, þá þetta alltaf fjármuni sem kannski einhverju væntanlega fólk á erfitt með að reiða fram og fá síðan endurgreitt, þannig að það þarf að finna einhver aðferð til þess að auðvelda þetta fyrir þá einstaklinga og þær fjölskyldur sem að standa frammi fyrir því. Þannig að ég vænti þess nú að menn finni nú einhverja lausn á þessu. En aftur og enn og aftur vil ég fagna þessu framtaki en tek undir með bæjarfulltrúi Hildu Jönu að það hefði verið kannski hægt að sjá þetta gert með kannski einfaldari hætti og útfærslan hefði mátt vera með að mínum með öðrum hætti þannig að þetta gæti farið auðveldar til einstaklingana en þetta víst þannig að hér að ræða greiðslu sem að fara í gegnum félagsmála batterið hjá okkur og þarf að fara þar í gegn, þannig að þess vegna þetta með þessum hætti. En enn og aftur fagna ég þessu framtaki. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Í vinnslu þessa máls var auðvitað þessu velt upp hvort að hægt væri að notast við Nóra-kerfið eins og gert með frístundastyrkin og í samtali við íþróttafélögin var niðurstaðan sú að þetta yrði alfarið á könnu fjölskyldusviðs og að því að það verið að veita þessa styrkja á grundvelli félagsþjónustulaga. Hins vegar hef ég hvatt starfsmenn sviðsins til þess að eiga í virku og góðu samtali við íþróttafélögin, þannig að við leggjum okkur fram að tryggja það að allir þeir sem eiga rétt á þessum styrk geti fengið það og fengið þessa styrki og samvinna við íþróttafélögin að ég held muni tryggja það og starfsmanna fjölskyldusviðs, þannig að ég vona að það gangi eftir. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það kannski aðeins vegna að ef einhver skildi vera að fyrir þá sem að hlusta á okkur að okkur er dálítið tíðrætt íþróttafélög en menn verður alltaf að segja að þetta alltaf vegna tómstunda líka. Þetta er víðtækandi bara það sem snýr að íþróttafélögum, bara þannig að fólk sé meðvitað það sem að hlusta og á börn og á rétt til að fá þessa fjármuni að það hafi það í huga.
Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara svona líkt og aðrir að koma hérna og fagna þessu framtaki ríkisstjórnarinnar. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli og eins og kemur fram í greinargerðinni að þá þetta 753 börn sem gætu hugsanlega nýtt sér þennan styrk hjá Akureyrarbæ. Við höfum nú góða reynslu af frístundastyrknum hjá okkur. Þar mjög góð nýting, þannig að foreldrar virðast vera að nýta sér þessi úrræði og á stundum sem þessum að þá þetta bara gríðarlega mikilvægt og ég held að þetta komi til móts við ansi margar fjölskyldur og mörg börn muni njóta góðs af. Og ég fagna orðum formanns velferðarráðs með því að það sé mikið samstarf við íþróttafélögin. Ég held að það skipti miklu máli að þar sé samtal á milli og það sé fundi leiðir fyrir þær fjölskyldur sem kannski eiga erfitt með að setja fjármagn í þetta fyrst áður en fá styrkinn. Þannig að ég finnst það bara mjög gott að heyra. Takk fyrir mig. Þá bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleiri ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessar reglur gefið merki. Það 11, takk fyrir það.